Góðan daginn öllsömmur og verið hjartanlega velkomin á hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Í dag heldur erindi Ármann Guðmundsson sem fornleifafræðingur og sérfræðingur hér í Þjóðminjasafninu. En erindi hans það fjallar víkingaldarsverð. En þau hafa verið talsvert í umræðinu núna og við höfum fundið fyrir miklum áhuga, sérstaklega í tengslu við fundin á sverðinu í landi Ytri Ása í Skaftártungu núna í septembermánuði í haust. Ég gef Ármanni orðið en að loknu erindinu að þá gefst færi á spurningum, svo þá bið ég ykkur bara að rétta upp hönd og ég geng á milli. Þannig að gjörðu svo vel, Ármann. Ja, takk. Já, góðan daginn, kæru gestir. Og takk innilega fyrir að gefa mér tækifæri til að eiga orðstað við ykkur hérna í dag málefni innan íslenskar fornleifafræði og menningarrannsókna almennt sem hafa verið töluvert í sviðsljósinu að undanförnu en það eru sverðafundir, víkingaldarsverðin, samhengi og fundaraðstæður þeirra. Auðvitað hefur sverðið sem fannst við Ytri Ása í Skaftártungu verið aðal ástæði þess að kastljósið hefði beinst að þessum málum öllum saman. En ég ætla ekki að tala sérstaklega það sverð hér núna, enda það í rannsókn. Ég ætla að fjalla víkingaldarsverðafundi á Íslandi í víðari samhengi. Nýta sem sagt tækifærið sem sverðið frá Ytri Ásum hefur búið til þess að gefa ykkur nasasjón af sverðafundum á Íslandi yfirleitt. Mun ég fara yfir hvernig við aldurgreinum sverðin, hvaðan þau koma aðallega, hvernig ástand í löndunum í kringum okkur og ennfremur mun ég innbra á því af hvernig fornleifafræðin gæti túlkað gripi eins og sverð og að endingum mun ég svo nýta tækifærið og kynna ykkur aðeins fyrir ykkur hvernig ferlið þegar við fáum svona muni inn á safnið. En þetta ætti að taka á svona 40 mínútur og við skulum bara vona að fólk haldi sig vakandi. Ég skal reyna mitt besta í því. Já, gróflega skiptast sverðið niður í 2 hluta. Í fyrsta lagi hjöltu og brand. Hjöltun skiptast svo niður í efri hjöltu, meðalkafla og neðri hjöltu. Brandurinn skiptist niður í egg, blóðrefil og tá. Það reyndar uppi mismunandi skoðanir það hvar blóðrefillinn 100%. En sumar heimildir benda til þess að öll rákin kallist blóðrefill. Sumar það sé bara neðsta svæði rákarinnar og ennar heimildir að táin eða bara neðsti hluti sverðsins hafi verið kallað blóðrefill. En svona til gamans má geta að á sænsku öll þessi ákölluð blúdrenna. En hvað sem þessu líður þá mikilvægt átt sig á þessum heitum áður en lengra en haldið. Aldursgreiningarnar velta nefnilega mikið á því hvernig þessir ólíku hlutir líti út á sverðum. Það voru nefnilega tískustraumar í sverðaframleiðslu eins og annari og mismunandi framleiðendur gáfu sverðunum sinn svip og svo svipur virðist breytast yfir tíma. Þessar breytingar á mismunandi hlutum sverða hafa verið ítarlega rannsakaðir og vísindamenn farnir að sjá að vissar týpur voru til á vissum svæðum á vissum tíma. Í fornleifafræðinni þetta kallað gerðfræðilegar rannsóknir og þær voru sérstaklega vinsælar á 19. öldinni og 20. En það má alveg halda því fram að þau hafi ekkert minnkað í vinsældum. Við notum þetta enn þann dag í dag mjög mikið. Heyrist ekki bara ágætlega vel í mér? Gott. Árið 1919 gaf Jan Petersen, norskur fornleifafræðingur, út sínar gerðfræðilegu rannsóknir á sverðum. Þar flokkar hann sverð eftir mismunandi eiginleikum þeirra og raðar þeim í stafrófsröð.
Það elsta fær bókstafinn A og það yngsta zeta. Svo hefur þetta náttúrulega verið uppfært og það er komið fleiri stafir þarna. Það er æ komin inn í máli líka. Og það er vert að nefna það að aðrir hafa rannsakað þetta, gerðfræðina, en þeir eiga það flesti sameiginlegt að byggja að einhverju leyti á rannsóknum Petersen. Það sem Petersen notaði hvað mest til aðgreiningar á sverðunum voru hjöltun. Það er að segja að hjöltun sýndu mesta gerðfræðilega breytileika yfir tíma. Brandurinn sem slíkur virðist ekki breytast það mikið, ekki nema þá hvort sé að ræða tvíeggja eða eineggja sverð. Og það er vert að minnast á það að þó að gerðfræðirannsóknir Petersens séu frekar gamlar, þá hafa þeir reynst fornleifafræðingum ansi vel í hartnær 100 ár og þegar allt er á botni hvolft virðast þeir var ansi nokkur réttar, getum við sagt, en það eru allavega töluvert lífsigar. Íslenskir fræðimenn hafa nokkur rannsakað sverðin, víkingasverðin, en það má vissulega gera betur og sérstaklega finnst mér vanta góða yfirsýn yfir þennan gripaflokk, en þó höfum við til að mynda yfirferð Kristjáns Eldjáls og svo seinna Adolfs Friðrikssonar sem er að finna í Kuml og Haugfé. Kristín Huld Sigurðardóttir rannsakaði líka sverð og það má lesa það í doktorsritgerð hennar. Á Íslandi hafa fundist 20 víkingasverð. Ef rétt er talið og þá sverðið frá Ytri-Rásum með. Það er því alls ekki hverjum degi sem að Þjóðminjasafninu berst sverð, en aðeins 3 víkingasverð hafa borið safninu síðustu 20 ára. Það er því alltaf sérstakt þegar nýtt sverð berst safninu og nú hefur sverðið frá Ytri-Rásum orðið til þess að minnstakosti að mér hlotnast þó heiður að flytja fyrir þetta erindi samhengi sverðafunda. Ef við byrjum ballið á því að líta snöggvast á tölfræði við slíka fundi í löndunum kringum okkur, þá sjáum við það að við byrjum reyndar hérna á Rússlandi, hérna er 47 stykki, Ísland með 20, á Írlandi hafa fundist 90, kringum 90, 80 í Danmörku, 700, já, hún reyndar að lesa bara grein í gær sem að segja 750, en talan fer rísandi. Og svo er það Noregur, og Noregur sker sig heldur betur úr og haldið ykkur nú 3000 sverðarhlutar. En með þessu áframaldi, eins og með hvernig þetta er á Íslandi, þá verðum við búin að ná Norðmönnum í fjölda víkingasverða í kringum árið 2441. En þetta er náttúrulega varlega reiknað og hugvísindamanni. En spurningin er eins og hvað getur útskýrt þennan gríðarlega fjölda víkingasverða í Noregi? Var fólk þar ofbeldisfyllra en annað fólk í nágrannalöndunum, svona gegnum gangandi? Voru það kannski siðprúðu víkingarnir sem að fluttu til Íslands? Þess vegna finnast færri hérna á Íslandi. Báðar þessar annars skemmtilegu hugmyndir verða að teljast fremur langsóttar. Líklegast verður að telja að fundarsamhengið hafi eitthvað og meira að segja í þessu heldur en annað. Það er að segja þá hvar sverðin finnast. Sverðin í Noregi finnast nefnilega langstærstum hluta í kumlum og kumlin eru hvergi fleiri en í Noregi. Ef við berum saman sverð við önnur vopn sem hafa fundist hér á landi og rekja má til víkingaldar, þá sjáum við glögglega að samkvæmt Sarpi eru sverð í minnihluta þeirra vopna sem fundist hafa hér. Það mætti túlka þessa niðurstöðu á þann veg að sverðin hafi verið fremur fátíð en önnur vopn hafi verið mun algengari, eins og til dæmis spjótin. Spjót hafa reynda margt fram yfir víkingaldarsverðin í bardaga. Þau voru, já, ég segi nú, það er náttúrulega líklegast að það er auðvitað að kasta þeim, það segir sér sjálft, og hæfa þannig varmenn á færi.
fyrir utan að líklega vera að telja að þau hafi verið einfaldari framleiðslu heldur en sverðin, en þetta er sagt kannski og slengt fram kannski dálítið óábyrgt hérna, en það er svona það tilfinningin. Varðandi myndina þá verður að hafa það í huga og rétt að minna á það að mun auðveldara er að aldursgreina sverð út frá gerðfræði heldur en spjót og axir að öllu jöfnu. Það virðist vera þannig að sverðin sýni meiri gerðfræðilega breytileika yfir tíma heldur en spjótin og axirnar. Varðveislan, hún spila kannski einhverja rullu þarna. Það að segja margbreytileikin sem gæti hafa einkennst spjót og axir hefur einfaldlega ekki varðveist betur. Hvað sem öllum bollaleggingum líður þá má telja líklegt út af þeim gögnum sem við höfum að spjótin hafi verið aðalvopn okkur Íslendinga, á meðan að sverðin hafi verið fremur fátíð og hugsanlega þjónað með öðrum tilgangi. Sjáu þessa töflu, þetta er rosalega smátt. Er einhver með sjónauka? Fundarsamhengi sverða eiga margt samið með fundarsamhengi þeirra í Noregi og víða reyndar. Sem sagt þau finnast nánast undantekningarlaust í kumlum eða nálægt kumlum. Og sverðin þá sem haugfé eða gripir sem fylgdu húnu látna í gröfina. Hérna sáum við töflu, eða þeir sem sjá hana, yfir sverðafund á Íslandi, þar sem kemur fram fundarsamhengið, svo erum við típuna, alltaf þetta apparat. Hérna er staðurinn og hér er fundarsamhengið, hvort sé kuml og lausafundur, svo erum við nokkur sverð sem eru bara til heimildir í raun og veru. Já, en af 20 sverðum hafa 13 fundist í kumlum hér landi. En kuml eru heiðnar grafir eða grafir sem hægt að aldursgreina fyrir þann tíma sem Íslendingar hafa tekið kristni. Grafsiðir geta vissulega gefa okkur gríðarlega mikilvæga innsýn inn í fortíðina, þar sem við í grafsiðum kristallast svo margar hefðir og element samfélagsins á sérstökum stað á sérstökum tíma. 320 kuml hafa fundist á 160 stöðum í Íslandi. Það hefur reyndar örugglega bæst aðeins þessa tölu. Stundum eru fleiri kuml saman á sama staðnum og mynda svokallaða kumlateiga. Nokkrir þeirra eru víðfrægir eins og Hafbjarnarstaðir, þeir á Dalvík og það má nefna Ingiríðarstaði, Þeyndal. Hafur það í huga varðandi kumlin að langflest þeirra hafa fundist fyrir slysni. Það er að segja vegna framkvæmda svonar, eða þá vegna uppblásturs sem opberar bein og haugféð fyrir veðri og vindum. En eins og áður hefur verið komin á hafa langflest sverðin fundist í kumlum. Það er því nokkur synd í raun og veru hversu lítið við vitum kumlin og aðbúnað þeirra, en örvæntir ekki, því fornleifafræðingar hafi í síauknum mæli sýnt kumlum meira á það. Og nú á síðustu árum hafa fornleifafræðingar reynt að leita eftir kumlum með kerfislegum hætti. Þar á ég aðalega við rannsókninni Adolfs Friðrikssonar, en nokkrir mjög áhugaverðir staðir hafa fundist með þeim aðferðum sem hann og hans teymi beitir í leit sinni að nýjum kumlastöðum. Dæmi þetta eru kumlastaðirnir í Þeyndardal, bæði Litlu-Núpar og Ingiríðarstaðir. Þar höfum við ekki sagt skilið við kumlin. Við íslenski fornleifafræðingar hafa líka verið að stunda rannsóknir á þekktum kumlastöðum. Það er aftur á þekkta kumlastaði og grannskoða svæði í kringum kumlin betur. Ábúnað þeirra á nærumhverfi. Þessar rannsóknir hafa gefið alveg ótrúlega spennandi niðurstöður og nefna má rannsóknir í Hólum í Nesjum, en þar var grafið á þekktu kumlasvæði og mannvirki jarðhýsi kom í ljós þegar stærri svæði var opnað í kringum kumlin. Og hefur sá staður verið túlkað sem blótstaður. Hrífunes er líka gott dæmi kumlastað sem hefur rannsakaður nokkuð oft, fyrr á tíðum mestmegnis sem viðbragð við beinafundum
jarðeigenda, en nú síðast eða 2011 í rannsókn sem það sýndi fram á að rannsakaða kuml hafi verið rænt á einhverjum tímapunkti eftir að svo heiði hafi verið lagður til hvílu. Þar kom ennfremur í ljós ummerki eftir umbúnaði kringum kumlið sem svipað og við erum að sjá á Ingriðarstöðum í Þegjandadal og ekki allsendis ósvipað og í Hólmi. Annað sem við höfum líka fundið á þekktum kumlastöðum eru fleiri kuml nálægt öðrum kumlum. Og gott dæmi það að til að mynda Hringsdalur, þarna fyrir því. Þar fannst sverð 1950 og svo fóru fornleifafræðingar á staðinn enda mikið seinna og könnuðu staðinn 2006. Þá rannsakað þetta kuml og skoða svæði aðeins í kringum og bingo kemur finnst annað kuml mjög nálægt og sverð þar í. Svo náttúrulega framþróun í kennilegri orðræðu innan íslenska fornleifafræði líka spila stórt hlutverk í nýrri sýn okkur á kumlin. Velti til dæmis fyrir ykkur hvort haugfé segi meira einstaklingin sem í gröfinni liggur eða það samfélag sem fór með hann til grafar. Nú eru greftunarsíður ekki eitthvað sem til bara fortíðinni. Það eru ríkilegu síður tengd þessu líka í dag og hvort segir síðurinn eða athöfnin meira einstaklingin eða það samfélag sem kveður. Það var að velta þessu fyrir ykkur. Hér á myndinni sjáum við dreifingu á víkingaaldasvæðum á landinu og hún fylgir raun og veru dreifingu kumla sem hvað mest í þeim hérum landsi sem hvað mesta framkvæmdir hafa farið fram í. Þar er við að tala uppsveitir Suðurlands, Eyjafirði, á Héraði og svo framvegis. Og svona til gamans má geta þetta er Hafbjarnarstaðir, Öldurnes, Bægisvæðin Hringsdal, Sílastaðir, Hrafnkelsdalur, fleiri. Hérna er Ytri-Ásar, Granagil, Hjaltnesverðin, Kátorhöfði. Já, og svo enda dálítið skemmtilegt sverð sem sker svolítið úr, það þetta Hjaltnesverð. Og þetta sverð sem fannst norðvestur af Dúfunesfelli við norður af Kjalhrauni. Og svo náttúrulega skemmtilegt með sverði frá Kátorhöfða að þið náttúrulega sjáuð út allt í dag í húsinu og á þessa fínu peysu sem ég á líka og svona þetta náttúrulega í merki Þjóðminjasafns. Já, og hérna á glærunni erum við tvær myndir. Til hægri sett graf af fjölda víkingaaldasvæða á Íslandi eftir típum Petersen og hérna sjáum við að þær típur sem eru hvað algengastar hér eru M- og Q-típur. Bæði típurnar hafa mjög sterk norræn tengsl. Típa Q til að mynda næst algengasta típan í Noregi og hún finnst nánast ekki eftir Bretlandseyjum. Ég held bara þegar ég var að fara í gegnum heimildir fyrir henni fyrst og þá fann ég bara eitt sverð sem hafi fundist á Bretlandseyjum sem þetta tengja við típu Q. Þannig að þetta er skemmtilegt. Hérna líka sjáum við hvar sverðin eru mest að finna. Þetta eru eins og ég er búinn að koma inn á áðan. Þetta eru mest í kumlum en svo eru náttúrulega lausafundir líka þarna. Hér sjáum við aldursdreifingu víkingaaldasvæða á Íslandi og hún fylgir raun og veru gerðfræði Petersen og þannig þarf ekki koma neinum á óvart að við erum að fá aldurinn 850 til 1000 og rétt yfir 1050. 6 stykki teygja sig aftur í 9. öldina en annars erum við flest frá 10. öldinni og svo eru 2 típur sem teygja sig inn á 11. öldina og það er með merkilega sverð af típu Q. Ok, engin sortmaður ennþá, það er gott. Lausafundur. Eins og áður við erum uppláð, þá finnast flest víkingaaldasvæði í kumlum.
en hins vegar þó nokkur sem teljast til lausafunda. Þá gæti einhver spurt sig hvað lausafundur eru og hvaða sérstöðu þeir hafa innan fornleifafræðinnar. Skilgreiningin er sú að lausafundir séu þeir fundir eða gripir sem finnast án fornleifafræðilegs samhengis. Það sem átt við með þessu í raun að lausafundir finnast ekki í beinum tengslum við þekkt og skráð mannvinnslulög eða mannvirki. Lausafundir eru þá gripir sem fornleifafræðingar vita ekki nákvæmlega hvaðan koma og þess vegna tenging þeirra við túlkun og fornum háttum oftast mun minni en aðra gripi sem finnast í tengslu við þá mannvinnslulög og mannvirki og eru skráð eftir kúnstarinnar reglum. Og svo það dæmi lausafund. Það nú svo sannarlega merkileg gripur sjálfur sér náttúrulega, en bronslíkanið, það fannst á öðru hvoru Eyrlandinu í Eyjafirði 1815 eða 1816. En Eyrarland að finna bæði austan og vestamegin við fjörðinn. Vestamegin lá Stóra Eyrarland á því svæði sem að Listigarðurinn er núna, rétti á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, og Eyrarlandsvegur er þarna náttúrulega fyrir neðan og ber nafn jarðarinnar. Gripurinn er mjög spennandi og hefur náð að fanga athygli margra í gegnum tíðina, en slíkur er nú oft háttur svona fígúratífa gripa eins og þessi er. En hann er í eðli sínu lausafundur. Sem sagt, við vitum ekki 100% hvaðan kemur eða hversu gamall, en sem sagt, hvernig hann lítur út segir þó mjög margt, því að hann á sér ættingja, getur við sagt, í Skandinavíu, og það líkneski sem fannst í Relling í Svíþjóð af Frey sem er svipað. Svo reyndar líka eitt frá Norður Noregi sem hægt að sjá á þjóðminjasafninu þar, sem ansi reynd skemmtilegt. En þá skulum við aðeins vinda okkur aftur í sverðin alveglega. Hvenær hefst vinnsla á grip eins og sverð? Ég held að þú varir að fara. Þú ert að koma. Takk fyrir það. Velkomin. Fyrsta stigið járnvinnslan eða fyrsta stigið samsetningin? Það að segja, ef við gefum okkur það að sverðshlutarnir hafi komið víðs vegar af. Þannig að sverðið ekki orðið neitt nema þegar komið að ferlinu að setja það saman. Eða má segja að fyrsta stigið sé hugmyndin að vinnslunni og útkomunni. Ég held að það sé erfitt að halda fram að eitthvað svo eðlisflókið eins og sköpun og einhverjum grip í raun og veru eigi sér eitthvað fastan upphafspunkt. En ég ætla ekki að gefa mér í þeim efnum, en ég ætla að grípa niður í ferlunni í járnvinnslunni sjálfri. Fyrstu ummerki eftir járnvinnslu eru allt frá því 1200 ári fyrir Krist í Vestur-Afríku, 1000 ári fyrir Krist í Egyptalandi. Grunnatriðin hafa í raun og veru lítið breyst, getur við sagt. En það náttúrulega hafa mjög margir rannsakað þetta ítarlega, en ég ætla að vona að það sé ekki að tvoða einhverjum tækið. Það er að segja, járnvinnslan snýst það að aðskilja lífræn efni eða hroðan frá málminum eða málmríkum jarðvegi. Þetta er alltaf gert á mismunandi hátt, en sums staðar var járnríki efni við ristaði fyrst, svo settur bræðsluofn þar sem hitastiginu var haldið stöðu í kringum 1400 gráður, þar til lífrænu leifarnar og hroðin gjallið var allt farið úr hinum járnríka jarðvegi og eftir var járnkaka sem hægt var að vinna áfram með. Það var mjög mikilvægt að ná sem mestu af gjallinu úr járninu ef notað ætti í framleiðslu í sverði. Því að gjallið það gerir stökkt og það vilja menn náttúrulega ekki hafa í brandinum. Framleiðsla á víkingaldarsverðum var bæði flókin, umfangsmikil og hún krafðist töluverðar sérþekkingar. Ekki bara frá sjónarhóli málmsmiða, heldur einnig og ekki síður út frá vopnasmiðinni sjálfri. Áður en við reynum að rekja framleiðsluna
á einu stykki í víkingallasverði verðum við átta okkur á því að einu mismunandi hlutar sverðisins þurfa ekki endilega að hafa komið frá einum og sama stað. Brandurinn getur hafa verið framöndur á einum stað, hjöltun á öðrum og svo var hugsanlega allt sett saman á þriðja stað. Ókláruð hylti hafa fundist í Skandinavíu, til dæmis í Birka og á Gottlandi, og brandar án hjalta hafa fundist til dæmis á Ölandi. Bæði styðja þá kenningu að ólíkir sverðshlutar koma frá ólíkum slóðum og voru sett saman á öðrum stað. Heimildir benda líka til þess að Mið- og Vestur-Evrópa hafi verið mikilvægur staður í framleiðslu á sverðsbröndum á víkingatímanum. Frankar voru víðfrægir fyrir sína sverðaframleiðslu, en samtíma heimildir herma að þau hafi verið sterkari en allt og hægt var að beygja þau eins og pappír. Veit ekki hvernig það gott, en já. En það gæti vel verið að brandarnir hafi líka verið framleiddir í Skandinavíu. Sumir fræðimenn telja til dæmis að smiðir í Skandinavíu hefðu kóperað þekkta framleiðslu í Vestur- og Mið-Evrópu, gert svona sína típu af þeim. Og þetta þá helst á 10. og 11. öldinni. Og svo er nú einu skemmtileg, skandinavískar heimildir eru líka til það hvernig smiður ætti að athuga gæði brandsins, og ég hvet fólk til þess að reyna þetta ekki heima hjá sér. En það var gert með því að staðsetja sverðið á haus einhvers og reyna að beygja það svona niður að eyrum, og ef það tókst þá var þetta bara fjandi gott. En eins og ég segi, ég ekki reyna þetta heima hjá þeir sem eiga sverð þó. Já. Flóknasti hluti sverðsmíðarinnar var líklega brandur. Í grunninn voru tvær aðferðir þekktar. Í fyrsta lagi framleiðsla úr heilli járnstöng, eða í öðru lagi svokölluð vafningsaðferð eða patternveldi. Í vafningsaðferðinni byrjaði smiðurinn með nokkra járnteina eða stangir sem átt að passa saman fyrir lengdin á brandinum. Í sumum stöngum var hátt kolefnishlutfall en í öðrum minna. Stöngunum var svo ofið saman og hamrað á milli. Kolefninu var komið fyrir í járninu bæði í járnveslinu sjálfri og í brandsmiðinni. Kolefnið var, það var litlu magni af kolefni, cirka 0,5% af heildarmagni járns, sem að kom meðal annars úr brendum beinum, það er klassískt, eða viðarkolum sem kannski enn klassískara. Það var sátrað yfir brandinn þegar hann var í eldinum og svo var það hamraði. Já. Og svo voru, eins og sjáðu þetta á myndinni, þá eru hérna er þessi vafningsaðferð í gangi. Sjáðu það búið að veðja þessa hérna stangir alveg trekk í trekk og hamra, en þessar hérna eru heilar og þá er settar til þess að náttúrulega hafa eggina sem sterkasta. Já, ég ætla að reyndar aðeins að bakka því að tæknin, það er að segja vafningurinn á járnstöngum sem mynda brandinn, það er þetta að rannsaka það. Og ef að tekið sneið af brandi sverðsins sem eru gert með þessa tækni, þá má sjá vafningana í sárinu. Og þar sem að viss vafningstækni var fremur notuð af vissum framleiðendum, þá má aldursgreina brandinn með því að rannsaka meðal annars þessa vafninga. Og hérna sjáum við að hefur einhver dúlla sem við að teikna þá. Og mjög skemmtilegt og fróðleg rannsókn. Já, það að setja brandinn saman með mörgum stöngum hafði marga kosti. Meðal annars á að geta sett sterkara efni í eggina heldur en sveigjanlegra efni í blóðrefinu. Þetta jók bæði upp á sveigjanleika og harðleika sverðsins. Sveigjanleikinn skiptir auðvitað höfuðmáli
þar sem að vopnin yrðu að geta haldist heilt þó það skrippi á brynju eða skildi. Sverð þurfa sem sagt að geta gert ýmislegt annað og meira í bardagi en bara að veita náðarstunguna eða höggið, þó svo það hefði vitanlega verið mjög mikilvægt líka, mikið gera lítið úr því. Enda má segja að vopnaframleiðsla yfir höfuð snúist það hvernig má drepa einstakling á sem sneggstan og einfaldastan hátt. Og til þess að gera þetta þá þurftu menn alltaf að komast gegnum brynjur og það þurfti sterk vopn. Hérna sem sagt hérna má sjá í raun og veru þessa vapnings sem sagt aðferð í blóðreflunum á þessu sverði. Þetta þetta replika af sverði sem ég fann mynd af netinu en sýnir allan þessa aðferð aðeins skemmtilega. Ég sé það að þetta verður enga 40 mínútur, þetta verður nálægt sko nokkrum klukkutímum. Það getur bara að hlakka til. Já. Hin aðferðin við brandsmiðjuna var að búa til brandinn úr sem sagt einni hillistöng. Þau sverð voru ekkert endilega síðri en svo sem voru búin til með vapningsaðferðinni en þeir hugsanlega þekktustu víkingadasverðin búin þannig til, nefnilega úlbergssverðin. Úlbergssverðin eru víðfræg og voru gerð úr mun betra stáli en þekktist á þessum tíma. Og það hafi verið sem sagt hugmyndin það að þetta stál hefði komið frá Indlandi eða Íran og verið flutt til Evrópu. En sem sagt framleiðslan, hún sem sagt snýraði bæði að þáttum járnbræðslunnar sjálfrar og svo brandframleiðslunnar. Vísbendingar bentu til þess að í járnbræðslunni sem skóp járnið í úlberg sverðin hafi smiðin náð að halda hitanum stöðugri og hærri en þekktist annars staðar. Þetta leiddi til hreinna járns. En rannsóknir sýna að magn galls í úlbergsbröndum er nánast engin. Að búa til brandinn úr einni stöng var ekki endilega fljótlegra heldur en að vefja stöngunum saman. Það vegna þess að þegar stál kólnar þá myndast svipuð formið í eins og ískristöllum. Það myndast þannig þræði í stálið og ef barið of fast á stöngina getur það brotnað. En ef það hamrað nógu létt og ákveðið og þá falla þræðirnir saman og þá getur komið miklu sterkara og sveigjanlegra stál heldur en nokkurn tímann í vapningsaðferðinni. Já, þetta náttúrulega algjör snill. Að minnsta kosti eitt úlbergssverð hefur fundist á Íslandi og það sverðið frá Hrafnagilsdal. Sverðið fannst 1897 og nánast heilt. Hjörtun eru silfurrekkin og dæmist sem Vaff-týpa eftir Petersen, muni eftir honum, sem gefur okkur aldursgreininguna 900 til 950. Magnaður gripur sem við fanga athyglinna oftar en einu sinni og þarna var talið að sverð Hrafnkels Freyskoða hafi nú loksins verið fundið. Það nú áhugavert en erfitt að sannreyna. Þó svo að það sé mín skoðun að fræðimenn eigi ekki að hunsa þá mannlegu tilhneigingu til þess að setja merkimiða á efnismenninguna. Við ættum frekar að taka virkan þátt í þessu umræðu. Varðandi úlbergssverðin þá mjög líklegt, eða gæti allan að vera, að það sé 2 önnur svoleiðis sverð hérna á Íslandi. Og það sverðið frá Hafnastöðum og frá Baldursheiði. Kristín Huld Sigurðardóttir gerði sín rannsóknir meðal annars á þeim og taldi sig finna álveittanir á þeim sverðsbröndum. Og þetta eitthvað sem að þetta rannsaka frekar en mjög áhugavert. Ég mæli með bara fólk kynni sér þetta betur. Já, og varðandi sverðið frá Hrafnagilsdal, því ég sé það að ég á alveg 25 mínútur eftir, að það náttúrulega hérna uppi að vera henni
og við getum farið eftir og kíkt á það, hvað yndislega flott það og hversu vel það halda sér. En það verður að koma fram hér að þó við vitum ýmislegt framleiðsluna á Víkingadalssverðum, þá nú ýmislegt enn á Huldu. Og það segir ýmislegt gildi og hugmyndirnar á bak við framleiðsluna. Þekktir framleiðendur vildu nefnilega ekki gefa sína framleiðslu upp, og þetta voru bara þeirra leyndarmál. Þessi þekking fekk þannig á sig nokkuð svona magíska tengingu, það segja að bæði járnvinnslan og það að búa til sverð. Og hún lifir nú bara ágætlu lífi í dag, ef að marka má áhuga fólks á þessu öllu saman. Og hérna nú mynd af honum Eitra, blessuðum, dverg, sem að bjóð til margar gripir fyrir Loka. Og hvort hann sé að búið til sverð skal hann ósagt látið, hann hefur nóg að gera. Hlutirnir, efnismenningin, hún hefur áhrif á okkur og við á þá. Í þessari hringrás eða samtali myndast samband sem hefur áhrif og margt í tilveru okkar. Til dæmis hugmyndir okkar samfélag og okkur sjálf. Þetta það sem fornleifafræðingar kalla sjálfsverund eða social identity upp á engilsaxnesku. Þetta samband, þetta hugtak ekki bundið í tíma. Það að efnismenningin hafi líklega alveg jafn mikil áhrif á fólk, samfélag og einstaklinga í fortíðinni eins og hún gerir í dag. Velti bara fyrir ykkur alla efnismenninguna í kringum okkur. Hversu vænt þykir okkur oft einstaka grip. En það vegna þess að hugmyndir samfélagsins og okkar í tengslum við gripina snerta í okkur strengi sem hefur mótandi áhrif á sjálfsverund okkar. Hver kannast til dæmis ekki við það að hafa átt í erfiðleikum með að henda einhverjum sérstökum hlut? Ég kannast allan það. Kannski fornleifafræðingar og safnafólk meira þarna en annað fólk, en bara velta þessu fyrir ykkur. Hluturinn í eðli sínu lifandi, en samt gefum við efninu hlut af okkur, minningum og tilfinningum, og þannig öðlast efnið nánast sjálfstætt líf. Og bara velta því fyrir ykkur, hvaða hlutur skiptir ykkur mestu máli, hvað segir það ykkur og það samfélag sem þið búið í? Já, og þetta má náttúrulega klárlega segja sverðin. Þeir náttúrulega einstakir gripir. Þau hafa ekki síður verið mikilvæg hluti sjálfsvörundar heldur en sem vopn, og líklega samtvinnast þessi hlutverk saman. Sverðið hefur því án efa spilað stórt hlutverk í sjálfsvörund þess sem átti það. Þannig má nota gripina til að viðhalda og hafa mótandi áhrif á einhverja sérstaka hugmynd. Til dæmis hugmyndina réttlætinguna á valdi. Þess vegna höfðingjatengingin viturlega ekki fráleit, eða raun og veru mjög líkleg þegar við tala sverð. Þannig getum við reynt að skilja samfélag okkar í gegnum gripinu. Hvaða gripi við finnum í tengslum við mannvirki og stað og tíma getur sagt okkur heilmikið fortíðina. Fundasamhengi gripa eins og sverða gefur okkur ennfremur mikilvæg innsýn inn í kyngervi þeirra. En allflestir fræðimenn eru sammála það að sverð hafi verið fremur karllægir gripir. Þau finnast nánast eingöngu með gröfum eða í gröfum karla. Og í ritum heimildum sverð tengt karlmönnum og svo má lengi telja. Það sem forvittilegt, og þá í tengslu við það sem við fórum yfir áðan varðandi áhrif gripa á sjálfsvörund okkar, og öfugt, af hverju eru sverð fremur karllæg en kvenlæg? Eru einhverju hugmyndir þau sem við tengjum fremur karlmennsku en önnur kyngervi? Og af hverju það? Nú erum við hér í nútíðinni vitanlega að túlka þessa hluti og þannig blandast okkar hugmyndir óhjákvæmilega í blönduna. Og þá getum við spurt okkur af hverju er okkur tamt að hugsa sverðin sem karllæg. Það var bara 30 glærur eftir. En hvað gerist þegar sverð finnast svo berast safninu?
hvaða ferlar fara í gang og af hverju eru ramminn og ferlarnir eins og þeir eru. Ég held að margir hafa þá mynd í hausnum að þegar eitthvað finnst í jörðinu og er skilað til Þjóðminjasafnsins mun það gleymast, týnast eða verða til trafal og þvælast fyrir. Allar geymslur hvort sem yfir fullar, fáir starfsmenn og þeir sem eru til staðar svo rykfallnir og gugnir að ólíklegt væri að þeir myndi svo mikið sem taka eftir því ef gripnum hafi verið skilað. Þetta vitanlega fjarri sannleikanum og eins og hægt það fór til að mynda allt á haus þegar að sverðið frá ytri ásum kom til okkar og reynd það á hverjum degi þá berst okkur alveg ótrúlega spennandi hlutir, ekki bara jarðfundir, munir heldur, ljósmyndir og alls konar. Mér finnst þetta allt saman mjög merkilegt. Umsýslan og ramminn mismunandi eftir því hvort lausafund eða grip úr skilgreindir fornleifarannsóknir að ræða. Ég ætla aðeins að nýta tækifærið og kynna stuttlega fyrir ykkur það ferlið. Mjög stuttlega. Vegna þess að hvernig ramminn og ferlið, það skiptir miklu máli því hversu aðgengilegur gripurinn til framtíðar í rannsóknir og miðlun. Þetta ennþá myndin af mér, flott. Samkvæmt lögum ber að skila öllum jarðfundum gripum til Þjóðminjasafnsins. Ef þið haldið að þið fundið einhvern gamlan grip ykkur láta Minjastofnun vita og afhenda svo gripinn. Ef forngrip að ræða þá á skila honum til Þjóðminjasafnsins. En forngripir eru samkvæmt lögum allir þeir gripir sem 100 ára eða eldri. Þeim gripum sem finnast við fornleifarannsóknir ber einnig að afhenda safninu í því ástandi sem skilgreint reglum veitingu leyfa. Munur milli lausafunda og gripa á skilgreindum fornleifarannsóknum að við erum töluvert strangari í því hvernig við viljum fá gripina úr fornleifarannsóknum til okkar heldur en lausafundi. Ástæðan fyrir því að í grunninn þá má alveg gera fastlega ráð fyrir því að í rannsóknum finnist gripir og þau eru þó fornleifafræðingar að gera ráð fyrir því. En varðandi lausafundi þá megu ekki vera það ströng að hvatinn sé bara ekki til staðar að skila hlutunum heldur að gera eitthvað annað. Þegar lausafundir koma hingað inn hefst skráningin, en öllum gripum hefur gefið númer eftir því hvenær koma inn í safnið. Varðandi gripur fornleifarannsóknum hefst skráningin á vettvangi leið og gripurinn finnst eða leið og hann kemur inn í hús. Skráningin grundvallaratriði í allir minjavörslu og skiptir engu hvort að sé að ræða gripi, mannvirki eða heilu minjasvæði. Án skráningar verður heildarsýnin okkar hulin og þegar við vitum ekki hvað við erum með í höndunum, til dæmis fjölda sverða, fjölda brjóstnælna og svo framvegis, þá takmarkast allar áætlanagerðir og rannsóknarmöguleikar við það. Það sem skráð við hvað Forvarsla, hún hefst oftast nær eftir að grunnskráningin lokið, þegar búið að gefa grip númer. Nú ég ekki forvörður og þurfum við bara að koma, við þurfum bara að organisera einhver fyrirlisti með forvörði, en það sem ég veit þó forvörslu það að í raun og veru allt efni í heiminum, það leitar að uppruna sína, getum við sagt, til mynda eins og með járnið í sverðunum, að ef ekkert að gert þegar kemur til okkar þá mun það verða aftur að járnríkum jarðvegi. Forvarslan í raun og veru það ferli að reyna, það inngripið getum við sagt, og reyna að stöðva eða hægja á þessu ferli. Já, gott dæmi mikilvægi forvarslunar til mynda arfbaugurinn sem fannst á Alþingisreitnum 2012 og það ekki bara út af því ég svona sjálfum glaður að setja mynd af mér þarna inn, en þetta ágætt dæmi það hversu mikið var forvarslanir. Gripurinn var sendur í röntgen, þar kom hann, þetta þegar hann var grafinn upp, þá var hann svona. Svo var hann sendur röntgen, þá hann svona, þá vita forverðinir hvaða skref á að taka næst. Og svo í raun og veru verður, eftir forvarslu þá verður gripurinn svona, sem alveg hreint merkilegt. Hánárænn arfbaugur sem sagt, með symmetrísku fíguratífu stimpilmunstri
þetta nú einfalt orð. En slíkir armbaugar eru víða þekktir og sérstaklega í Suður Skandinavíu. Án forvörslunar hefðu við ekki getað séð skreytið og í ofanlag hefði gripurinn haldið áfram brotnað niður. Reyndar verður að segja að silfur er nú tiltölulega stabílt með aðra málma. Skráning ástand mat og forvarsla er grundvallaratriði þegar kemur að möguleikum rannsóknum. Gildir það einu hvort sé að ræða jafnréttarmuni eða annan safnkost. Grunnskráning eykur þannig aðgengileika og sýnileika safnkostsins. Það sem er ekkert skráð er lítil aðsókn í og við sjáum það með auknum fjölda skráninga í sarpi tilmynda þá er almenningur og fræðimenn það er aukast aðsóknin í safnkosti með því að við erum að skrá meira og þetta er bara því besta mál og við tökum því fagnandi. Rannsóknum miðlunir hornsteinn sjálfbæra minjavörslu og þar með aukina þekkingar á menningarinn okkar og þetta helst allt í hendur. Ég skelli hérna bara nokkur mögulegum rannsóknum á tilmynda á eins og sverðum. Frekari gerðfræðirannsóknir að rannsaka hvernig ólíkir hlutar sverðan hafa litið út, efnagreiningar, alls konar efnagreiningar til að meta gæði málsins sem í þeim var, hvaðan hann hefur komið og þar fram eftir göttunum. Menningarlega rannsóknir, auðvitað er allt menningarlega rannsóknir, en þarna á ég við að þessir hlutir eru kannski einskis virði ef þeir eru ekki settir í eitthvað samhengi. Og það verður náttúrulega að menn gera bara við þetta það var að setja hlutina í eitthvað menningasögulegt samhengi. Og svo kalla ég bara eftir því að það myndi eitthvað samband milli fræðamanna og þá sem að hafa kannski hvað mesta þekkingu á handverkinu sjálfu, járnsmiðir og málmsmiðir og það verið byrjað á tilraunafræðilegu verkefni að búa til sverð. Það er alveg byrjun. Það finnst mér alveg mjög skemmtilegt. Svo eru náttúrulega þetta að gera þrívíddarlíkön á hlutum. Og hérna er nú starfsmaður forvörslu, þetta er nú ekki að Þjóðminjasafninu. Þetta er í Quebec í Kanada og hún er að vinna þrívíddarlíkan að þessu skemmtilega keri og útkoman gæti verið, nú þarf ég að fara að hasta það sko. Þeir eru búin tími. Engin sofnar en það. Gæti verið einhvern veginn svona. Og þetta er sem sagt krítapípuleggur og kongur sem fannst í Tyrklandi. Og þetta er bara til sýningu hvernig í raun og veru svona getur litið út og hvaða möguleika þetta býður upp á. Og svo er ég reynda með eitt mjög skemmtilegt. Það er við sjá þetta þetta kemur ekki, það er gaman. Hvernig getur látið þetta koma? Þú glærir það niður. Svona, nei. Oh my god. Jæja, ég kannski sendi ykkur þetta bara í tölvupósti. Ég er að reyna að sýna þetta. Er þetta hallskýpa? Ha? Er þetta hallskýpa? Nei, það held ég ekki. Já, þetta eru bara smá tæknilegir örðuleikar í beinni útsendingu. Vittu nú við. Þetta var skemmtilegt, þetta er nefnilega brot af brjóstnælu sem við erum með sænskan, hún er norsk og doktorsnemi í fornleifafræði í Háskólanum í Gautaborg og hún er að koma og er að gera rannsóknir á brjóstnælum og er að gera þrívíddar líkun af þeim og þetta er dálítið skemmtilegt því þeim er að stækka þetta sko og það er hægt að snúa þeim og þetta er ótrúlega, þetta er mjög flott og þetta zoom-þísja, það er nú íslensku orðið, einn og bara ímyndið ykkur að geta gert þetta heima á föstudagskvöldi, sleppti að horfa á útsvarið og bara rótera þessu í róleitu.
allt kvöldið og alla helgina. Það er mjög skemmtilegt. En nú er spurning hvort þau komist aftur í PowerPointi því að með vandræðin sem að koma náði að flott. Þá þarf ég að byrja upp á nýtt. Er það allt í lagi? Nei. Við erum nú búin að ná að þrauka allan tíma, sko, þannig að það væri nú anseritt. Væri nú svakalegt að... Já, og þá bara hvað með Sverrir? Akkur gerum við ekki svona þrívítarlíkun af þeim? Mér finnst það bara, passa. Við erum nú verið. Og svo erum við náttúrulega verið að koma inn á þá að það nú vantarlengur verið seinsta þriðjudag þegar Guðmundur Lúther var að kynna fyrir Tjarnarvelli. En þar náttúrulega verða betri aðstæður fyrir almenning og fræðimenn til þess að rannsaka safnkostinn. Og hér er mynd af því rými sem að fræðimenn muni setja. Hérna verður ímyndið ykkur bara fullt af borðum og sveittir stúdentar og aðrir að rannsaka safnkostinn og mjög spennandi niðurstöður að koma. En af hverju er þetta mikilvægt og af hverju er mikilvægt að varðveita menningararfinn og af hverju er mikilvægt að rannsaka hann, sýna hann og gera aðgengilega. Það er af því að menning okkar er eitthvað sem við eigum sameiginlega og okkar menning er það sem sameinar okkur og sker okkur úr fjöldanum. Eitthvað sem gerir okkur af því sem við erum, þjóð, samfélag, sjálfstæð. Menningararfurinn er mikilvægur því hann snertir strengi innan í okkur sem víbra þannig að við skynjum hver við erum, hvar við vorum og hvert við stefnum. Takk fyrir.